Herru, við erum velkomin Hreinn Vöði. Með mér í dag það bodybuilderinn, þjálfarinn, áhrifavaldurinn og tónlistarmaðurinn, hann Gummi Emil. Thank you, sir. Takk fyrir að koma. Takk hérlega. Í dag ætlum bara að taka smá hendur, taka létt og gott spjall og gera eitthvað skemmtilegt. Gummi Emil, Hreinn Orri, þetta Hreinn Vöði. Let's go. Hvað erum við hérna, Gummi? Við erum með glænýtt. Þetta heitir Laser Focus. Ég er með pröfu hérna fyrir okkur. Og þetta bara besta sem þú færð, sko. Þetta pre-workout þess að? Eða hvað? Já, mögulega. Mögulega? Ok. Við erum alltaf að drekka það núna. Ok, við erum að drekka núna, ok. Þetta er Laser Focus Víkinga Vakna. Þetta er nammi, sko. Hann er sour gummi, held ég. Þetta er bara allt sem þú þarft. Aukið úthald, meira pub, meira styrkur. Meira fókus. Já. Herru, þá erum við bara ready. Fokkjá maður. Eitthvað að lyfta það? Kerfið í gang. Byrjum að taka smá preacher curl hérna. Nice. Sko ég elskar samt að taka með einni. Einni? 4 sekundur niður, 4 sekundur upp. Ég til það. 1, 2, 3, 4. Nice. Hvernig byrjaði your fitness journey? Það byrjaði fyrir 10 árum sko. Já. 11 árum eiginlega sko. Maður var að lyfta með fótboltanum sko. Það gera aðeins þar. Síðan langaði mér bara svo mikið sixpack eftir að einhver gæla neitaði mér sko. Og ég var alltaf inni á mér að gera svona sixpack in 10 minutes. Og svona magaæfingar, high intensity, mountain climbers, burpees, hoppa. Það heyrðist alltaf niður bara, þú veist, að ég var að gera einhver aðeingar sko. Ég var bara með tónlist á fullu, bara playlist, sett á timer. Og var að æfa í svona hálftíma og klukkutíma bara inni á mér, bara kófsveittur. Ég tengi pínu við þetta með sixpackin sko. Ég var nýbyrjar í gyminu og mjög grannur sko. Og þá var þetta kærasta mín sagði við mig bara, hvað er þetta komið sixpack? Eitthvað þannig? Þá bara, ég var bara húgt, skiljum. Já, ég var bara mættur. Já, nákvæmlega. Þú veist, það var bara þannig. Já, einmitt, ég man þegar það var sagt við mig í fyrsta skipti sko. Það var í sundi, í í búningsklefanum, strákunum sko, íþróttatíma. Já. Það var bara, hei, með sixpack. Og ég bara, yes, fokkjá maður. Og hvað var það sem fekk til að vilja verða þjálfari? Það var bara, þú veist, ég hef búinn að lyfta í eitt ár eitthvað. Þú veist, ég fór að keppti í fitness, ég var í Vestló, öðru ári í Vestló. Keppti, gekk vel. Og síðan var vinur minn, sko, hann var að fara í útskriftarferð. Og hann, vildi, þú veist, fá ráð hjá mér. Þannig að ég sagði hann bara, þú voru bara að éta þetta, þú voru bara að gera svona. Tókum before and after myndir. Þetta var Pétur Kýrnan, sko. Hann bara gerði þetta sem ég sagði. Og bara fucking shredded. Og ég bara, fucking gaman maður. Og ég veit ekki, og það var svona, þá byrjaði þetta strax í Vestló, bara eitthvað 2016 eða eitthvað. Og síðan 2019 var ég í viðskiptafræði í Vestló. Ég man að sko, eitthvað svona, pabbi fyrirhundi kærastan minnar, fyrir löngu. Og svona, hún sagði eitthvað, já, það er ekki það vel borgað sem einkaþjálfari. Og ég bara eitthvað svona, what, eitthvað. Og bara eitthvað, hvað? Og síðan voru margir að segja mér bara að fara í rafvirkjan og fara að gera þetta og þú veist, mamma segja mér að fara í viðskiptafræði og allir að segja mér að gera eitthvað annað, sko. En þú veist, maður þurfti að fara svo mikið á móti hvað allir aðrir voru að segja. Og ég var bara fuck it, skilur, var í viðskiptafræði í Vestló, tók einkaþjálfarann á sama tíma. Þannig að við erum í lokaprófum bara á sama tíma í einkaþjálfarann og viðskiptafræðinni. Og já, og síðan bara 2020 og að byrja að vera það mikið að gera að ég hætti viðskiptafræðinni. Þú veist, ég var bara að þjálfa frá 7 til 7 oft, bara einkaþjálfa, sko. Og þegar COVID kom, þá var það brútal maður. Það var easy, það er einn besti tími lífsmins. Þá var ég bara fjarþjálfa fólk og síðan var ég bara úti að æfa. Toyota Yaris, ég var bara með stöng hérna sem, þú veist, ég var að keyra hér. Stöngi var bara hérna yfir allan bílinn. Með 50 kg handlóð, 50 kg handlóð. Ég var bara alltaf úti að æfa. Fór á Esjuna 3-4 sinni í viku. Og það var fokki næs, sko. Og þá var ég að sýna að ég var að æfa. Og þá fekk ég svona momentum, allir byrjuðu að fylgjast með mér. Hvað gæði þetta? Svona, ok, tjóðlega peppaður og þú veist, mér finnst svo gott að hafa jákvæð áhrif, skilju, að hvetja fólk til að hreyfa sig, fara út, anda, borða hollt, borða clean, borða hreinan mat. Og síðan bara, þú veist, 2021, þá var ég einkaþjálfari svo fokki mikið, sko, og var að keppa. Og ég sprakk út á netinu, sko, og var með fjarþjálfun. Og ég bara sprakk út eiginlega of ungur, sko, bara 23, og það var bara að dælast inn.
bara DMs, bara endalaust af DMs. Ég réð ekki við, sko. Og ég vildi náttúrulega alltaf svara öllum og ég var svona, þú veist, leiðilega að sé ekki svara. Já. Og ertu núna svona að reyna að transitiona meira af gólfi yfir í fjárþjálfun? Já, ég er búinn að vera engaþjálfari mikið núna í ár, sko. Bara, þú veist, 5 til 7 tíma á dag, en síðan er ég alltaf með fjárþjálfunina, sko. Og en ég er að fara ofta nýja heimasíðu og fólk veit ekkert endilega að ég sé fjárþjálfari því ég auglýsi svo lítið, sko. Já, ég segi bara að fara all in í það, sko, út af því að... Já, einmitt. Mér finnst það líka svo gaman, sko. Það er ógeðslega gaman. Það er bara besta tilfinning í heimi þegar maður deliverar öllu og maður veit að fólki skilur og það er komið á góða braut og svo sem maður bara að þið byrjar að líða vel. Það er besta tilfinning. Það er geðveikt. Það er ekki betra. Það er það og það er svo erfitt á gólfinu og þú er svo limitaður úr fólkinu sem þú þjálfar. Já, það er það, sko. Og líka það að segja maður með eitthvað sem kemur hingað, þín einkaþjálfun, er að taka plássið og vill bara vera í leikum með tíma. Já, það er það er mjög þreytt. Sko, ég þjálfa bara fólk, sko, sem er eiginlega bara vinir mínir, sko. Svona sem ég bara svona þykir vænt sko. Já, og eru svona, þú veist, einhverjir svona bara lífsföru nautar, sko. Engaþjálfari þá, sko. Þú veist, ég tók hérna fyrsta mótið með 2016 og tók, sko, 2 vikur, þannig að ég mætti 24 sinni í gymmið og fyrst náði ég bara 3,6% fitu af. Og síðan næstu 2 vikur, þá dötti bara 0,5% af, eða 0%. Og þá sá ég bara, þótt ég mætti 24 sinnum, það fór ekkert af mér. Af því að komu einhverjir 3-4 dagar þar sem ég bingeaði mat. Og þá sá maður bara, shit, skilju, það er bara þessi 3 dagar sem nulluðu út 2 vikur á æfingum. Það er svona pirrandi, sko. Það er það, sko. Þannig að það er svona, þú veist, það er svo leiðilegt að vera þjálfari og hann er ekki að ná prótíninu, skilju. Þá ertu ekki að ná að byggja vöða. Síðan sé líka þannig að, þú veist, hvað færð þú mest út í að þjálfa? Það er þegar fólk er árangur, skiljum mig. Það er drifkrafturinn, Já, það er drifkrafturinn, nákvæmlega. Og síðan þú veist, þegar þú ert að koma og, heyrðu, gerðu það tölum? Nei. Skiljum við. Já, ok, og við ætlum að taka einhverja æfingu hérna og þú ert bara ekki búinn að borða neitt. Já, skiljum við, og út af því að, þú veist, við viljum hafa áhrif á fólk, skiljum við. Þú veist, það er sem við viljum. Við viljum vera partur af þeirra sögu, partur af þeirra árangri. Kenna þeim bara, þú veist, af því líka þegar þú ferð í þjálfun, engaþjálfun eða fjárþjálfun, þá ertu að læra hluti sem nýta alla þína ævi. Og þess vegna, þú veist, er svo mikilvægt að fara dálítið all in, gera þetta almennilega, af því, þú veist, þá sérðu bara árangurinn, vá, þetta virkar. Og þú ert bara að borða svona mikið kaloríum, þannig að þá svona finnur þú leiðir til að gera matinn góðan og, þú veist, þá veistu alltaf hvað þú átt að gera, að þú vilt aðeins skafa þér og halda þér alltaf í góðu standi, sko. En þannig að, ætlarðu að keppa aftur að finna þess að? Ég er að sjá bara hvað Guð er að segja mér að gera, sko. Já. Hvort það sé, þú veist, hvort maður, jú, en, þú veist, ég er ekkert að sækjast eftir að pro bodybuilder, sko. Nei, ekki heldur, sko. Þetta er ekki það besta sem þú gerir fyrir heilsuna, sko. Nei. Við má alveg hafa það alveg á hreinu, sko. Erum við að taka einhverja aðra æfingu? Já, það ekki. Þú veist, það er best að vera á skóm í raunni, eða? Ég er skókall, sko. Þú veist. Ég er bara eins og Síbum, sko. Hann er alltaf á sokkum, sko. Já, þú veist, ég er í sokkum kannski ef ég er að detta og skotta, skiljum mig. Ertu í sokkum þú skottar? Já. Ég verð að vera alveg hnífbein úr skóm, skiljum mig. En samt finnst mér, þú veist, ef botninn er orðið mjúkur eða eitthvað í skónum, finnst mér eitthvað rof, skiljum. Nægir meiri, þú veist, en bara ef ég þú veist, koma og, þú veist, taka hendur eða eitthvað til það er, skiljum við. Ég er búinn að eiga sömu skottskó í, sko, 10 ár. Já. Eða 9 ár. 9 ár. Já, snillt, sko. Já. Góð fjárfærsling að eiga skottskó, sko. Já, Það er ástæðan fyrir líka að ég hef náð að skotta þungt, sko. Já. Ég á 250 sem 2 reps, sko. Já, vel gert. Ekki fara í hærra, sko. Já, en þú ert, sko, þú veist, high volume gæði, þú veist, bara mjög þungt og mikið af repsum, skiljum mig. Já. Og hvernig finnst þú stjórna fatigue, skiljum mig, þreytu? Já, sko, ég fattaði náttúrulega bara einu sinni ég var að æfa hérna. Brjóta þessa veggi í hausnum sem segja stopp, ekki lyfta meira. Það bara haltu fólki kjöftu og þú veist, oft þegar ég vilja bara taka 3 reps, 220, ekki skott og við náðum 8 reps, bara 220 skott. En það er bara því maður er búinn að kveikja á þessu adrenalíni. Já, ég er nefnilega, þú veist, ég get til dæmis ekki maxað back-in og dead bara einhverjum 2-3 dagir, sko. Nei, alls ekki, sko. Þá bara á 3. degi er ég bara búinn, sko.
Gjörsamlega. En náttúrulega, þú veist, hvað þú gamall? 27. Já, 27, þú veist. En reyndar, þú veist, eftir 30 þá svona fór ég að finna aðeins meira fyrir því, Ég, nú svona, sé á Instagram, bara geðveikur, bara, þú veist, maksa þetta. Og ég bara oft bara, þú veist, krassar aldrei það? Nei. Ekki? Nei? Það gefur sef bara vel. Já. Þú veist, maður getur sleppt í að taka bara öll þessi fæðabótarefni eða þú ert ekki að sofa bara 7 til 9 tíma góður svefni, sko. Já. Ertu með eitthvað svona svefn ritual, skilur mig? Þetta alltaf með mouth tape eða eitthvað svona? Nei, ég þarf að gera það, sko. Já. Ég var að taka sleep recorder í daginn og það var ekkert snæmt, sko. Nei. Ég var einstu með svona hrotur, sko. Já. Ef ég tek cardio, tek sánu og eitthvað, þá er ég alveg góður, sko. Já. Það er allt annað, sko. Maður ætti náttúrulega að teipa munnin, vera með nef hérna til að opna nefið. Og hérna, þú veist, blue blocking gleraugu bara frá kl. 6 á kvöldin, sko. En hérna, já, þú veist, ef ég fyrir að sofa 9, ég vakna 5, þá er ég bara, maður bara að sofa út. Að reyna að sofa út alla morgna, það munar svo fokki miklu bara fyrir skapið. Þá dettur maður aldrei í kvíða, eða reiði eða eitthvað svona. Já, eða hungurhormónir ekkert í rugli þannig að, þú veist, það er ekki craving og svona. Ef maður sefur í 5 tíma, þá maður bara, við fáum með pítsu eða. Já, þú veist, sko, ég hef reynt þetta mouth tape, sko. Sofna með það, vakna aldrei með það. Ég er bara, þú veist, þegar bara alltaf, sko, já, þú veist. Ég líka, sko. Bara, ég gafst upp, sko, ég reyndi. Já, ég veit það, maður þarf eitthvað betra munnteipi eða eitthvað. Já, þú veist, það er bara að taka allar hringinn, skilur, þú veist, það er alveg svolítið þannig, sko. Ég væri til að prófa súrefni, sko. Já, ég líka alveg, sko. Þeir segja, þú veist, Hjalti Úrsið, sko, hann sagði öllum sem voru komnir yfir 100 kíló, bara, þú veist, massa er yfir 100 kíló, bara, nú þarfst þú súrefni. Og þetta er líka þessar fólk sem áttar sig ekki á, þú veist, jú, þú veist, kannski, þú veist, ekki í formi og eitthvað þannig. Bara hversu slæm áhrif það hefur á þig að vera bara yfir 100 kíló. Þú veist, það er alveg, þú veist, óvart fyrir suma sem eru með það bara massaðir, skilju. Þú veist, þeir eru ekki að taka kardió, þeir eru ekki að gera, þú veist, að bara vera yfir 100 kíló er bara ekkert eitthvað geðveikt hollt, skilju, alltaf. Fattar mig? Það er því miður þannig, leiðilegt fyrir okkur bodybuilderana, en því léttari sem þú ert, því lengur myndir lifa, því miður. Þannig að ég get ekki verið svona massaður allt mína ævi, sko. Mér átt að tala um Víkinga vakna, konstið. Mér finnst það geggjað, þú veist. Fólk kannski, þú veist, miskilda svolítið sumir, skilur mig. Halda að þetta sé að þú bara geðu ykkur að fara niður upp esjuna, skilur. Já, það er bara auðmíkirnir sem vilja miskilda. Já, og þarna. En fólki sem skiptir máli, það fattar þetta. Ég setti fyrir mig út, bara ná krökkum út sem úr tölvunni, út frá símanum. Og kallmönnum. Já, aðalega kallmönnum. Þess að segja, hey, Víkingar vakna, skilur við. Og líka bara Víkingar vakna, þú veist. Að sjá alltaf þessa 35 ára kallmenn alveg testosterónlausir konuna bara með þá hérna, sko. Þú veist, ég veit ekki hversu mikið kallmenn við hann, sko. Gælurnar eru bara alveg bara með þá, sko. Og hérna, þú veist, ég er bara, hey, mundu hver þú ert. Bara, partur af Guði, skilur, þú ræður hvað þú gerir, skilur, þú ert með kraftana í það að skapa þitt líf. Þú veist, þetta var að fórnalöf heimahöður bara þreyttur og fokkin drekka allar helgar og þú veist, heyrðu, gerum okkur sterk aftur. Við erum víkingar, skilur. Við erum sterkir hérna í gyminu, fyrir út að labba, skilur. Þú veist, já, út að labba. Þú veist, margir sem gera það ekki, sko. Þú veist, þótt þessi kallt fólk skilur ekki alveg fyrir en það hefur prófað. Að bara vera á stuttbuxunum, bera ofan úti, með hanska náttúrulega. Jafnvel eitthvað hérna, þú veist, húfu. Skíta kuldi, vindur. Hvað er lífið vel? Þú veist, út í kuldanum bara á stöllunum. Bara labba upp esjuna. Maður er bara lífið guðdómlega, sko. Þannig að fólk þarf að prófa þetta, sko. Við þurfum kuldan með að við hvar við búum landslagslega séð. Og við þurfum að sofa eins meira á veturnar af því það er ekki að mikil sól. Og við þurfum aðeins meira kulda og, þú veist, aðeins niður með kolvetnin. Þannig að þetta er það sem eins og ég sé, sko. Já, líka, þú veist, mér er þannig, þú veist, fólk, allir þjálfarar finnst mér þurfa að hafa sitt, skilum. Þetta er þitt, þetta er þú trúar. Þú veist, ég er bara, þú veist, preachir þetta en ég er ekkert endilega að láta fólk gera það sem ég er að gera. Það er það sem fólk heldur, sko. Það er svona, ok, þú veist, hann er bara að fara að láta mig labba út í bera ofan eða fyrir sjósund. Nei, ég er bara að segja þetta er bara geðveikt, mér finnst það geðveikt. Og við þurfum að gera eitthvað svona, þú veist, láta ykkur vera kalt og þetta, fara í kaldapotta. Það er bara sturlað fyrir heilsuna og fruminar. En síðan náttúrulega er það alltaf persónubundið, ok, hvað getur hann gert?
hvað, er hann að lappa 5.000 skref? Ok, byrjum á 8.000 og 10.000. Já. Það er ekki bara, heyrðu, byrjum á 12.000 skrefum hérna og þú ætlar að bara byrja að borða kjúkling í öll mál. Já, mér finnst því samt þurfa stundum, eins og segir, þú veist, þegar maður búin að tala hans við viðskiptavinnu og svona, þú veist, og fá kynstunum aðeins. Mér finnst það rosalega persónubundið og sumir getur maður bara, þetta, gera allt þetta og það gera bara. Við getum þetta og getum þetta allir. Það er bara þannig. Herru, eigum við að fara að taka smá smellingsholt eða? Ekki? Ha? Testum við það? Já. Herru, veit það hvað það? Já, þú byrjar. Þetta er sterkt. Fuck, þetta fyrir svo, fuck. Þetta er sko, Shit. þetta er sterkast í heimi, sko. Já, einmitt. Já, einmitt. Sko, mistökin sem fólk gerir hjá þér, það fer ekki á lyftir strax, sko. Já, hana. Já, meira. Hana. Fólk á að lyfta strax eftir þetta, sko. Ég bara skil ekki hvernig það er hægt. Ég meina, þetta virkar. Þetta virkar. Þetta nær manni, sko. Bara grátandi hérna. Þetta líka heitir Strákar, viljið pröfa það? Ok, þú kemur bara hérna, fyrstir og svo... Ok. Gæinn hlæra þessu, sko. Já, hann tók þetta like a champ, sko. Já. Hann laði Tók sko. þetta betur. Flóni. Nei. Ha. Þú veist, Já, ég vil ekki. þetta var ekkert mál, sko. Jæja, það er bara... Ég held að ég kölluði ykkur gangster rappers, en það er bara svo það er. Þið náðu mér ekki í dag. Kom bara góð tempo á þetta. Ok, ready? Birnir eða Flóni? Báðir. Hefur reynt að stunda kynlíf í bíl í góðu flippi? Já. Besta lag sem þú hefur gert? Minn tími, engin sími, minn tími. Hefur þú farið erlendis í helgaferð með preppaðan mat eða fór samt 5 sinnum á McDonald's? Já, þetta er svona 10 sinnum á Five Guys. Hvað heimskurðast sem þú hefur keypt? Bara eitthvað rugl, sko. Bara... Já, bara eitthvað. Smelling svolítið að fokka þér upp. Ætlar að taka tripp einhvern veginn áttur? Já. Uppáhaldsæfing? Squat, afturstig, bekkur, allt. Hvað er þungur? 104. Hefur þú peggaður? Nei, Hatar þú hesta? ég elska hesta og elska að borða hesta, elska að ríða hestum. Hvað er maxið í back, dead og squat? 200 bekkur, 250 2 rep squat, 290 dead. Sæll, það er komið. Ég er fucking gert. Takk fyrir að koma, Gumi. Þú fer ekki tómhendur hérna út. Nice. Þú fær að sokka frá World Class Gymwear. Já, ok. Það er luxuslíf að ég alltaf klæni að sokka, sko. Rétt. Síðan fær sölt og steinemni frá okkar manni. Já, ok. Gjör svo vel. Ég er bara fengið það 2-3 áður, sko. Ógeðslega gott. Síðan færið hérna djúpan svefn frá okkar mönnum í Yngling. Geðvitt. Þú hann tann svefnum Það aðan? eru mínir menn hérna. Já. Ég sef eins og engill þegar ég tekið þetta. Það er bara allt í þessu, maður. Já, vá. Glæsinett. Þetta er dæmi, sko. Dæmis. Herru, það voru konum maður. Takk fyrir mig. Gummi vel, hreinn orði, þetta er hreinn vöði. Takk fyrir okkur.